Komið sæl og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna á samstöðinni í næsta hálftímann og hjá mér góður gestur hún Lúbí og við ætlum aðeins að spjalla saman. Ég ætla aðeins að fá að heyra hennar aðstæður. Velkomin Lúbí. Hæ, takk fyrir að hafa mér. Gaman að koma og vera með í þessar umræðu. Og einmitt, það dálítið forvitnilegt líka að skoða þann vinkil sem að þú hefur frá að segja. Þú byrjaði aðeins að segja mér frá, þú ert svona annarra kynslóða innflytjandi eða hvað? Já, ég sem sagt á forelda erlendum uppruna, komi hingað sem innflytjendur og ég fæddist hér en bjó líka erlendis í hálft ára á leikskóla árum og þá var verið að reyna að ákveða hvort það ætti að halda áfram að vera í Marokkó eða hér. Já. En svo hættu foreldrarnir saman. Ég og mamma mín vorum bara hér og ég systir mín einstæð móðir og það var erfitt vegna lítil upplýsingaflæðis sem var gerða til fólks af erlendum uppruna. Það var svo lítið af innflytjendum á Íslandi að það var lítið innblítt af þeim hóp eða þjónustu þann hóp. Já. Þannig að fólk vissi ekkert sína réttindi. Ef að einhver ofbeldismál kom upp þá var ekkert aðstoða þau við að kæra, hvernig á þau að kæra. Bara jafnvel fólk vissi ekki hvernig atkvæði var. Við þurftum alltaf að spyrja í gegnum fólk. Þetta allt einhvern veginn í gegnum fólk, í vinnunni. Já, það var kannski einhver sem veit eitthvað og segir fólki frá í brotabrotum einhvern veginn, hvað réttindið á. En hvergi einhvern veginn hægt að leita rétta síns eða fá að vita bara svona heildarréttindin. Einmitt, nákvæmlega. Þannig að hún hefur bara einhvern veginn reynt að redda vinnu gegnum bara fólk, annað fólk, bara einhvern veginn þannig eins og bara þekkt á Íslandi, bara einhvern veginn fólk reddar vinnu gegnum fólk Já, maður þekkir mann. Já, einmitt, nákvæmlega. En já, við sem sagt ég já, af því hún vissi ekkert mikið hvert á að fá pössun, það ekkert eins og kerfið sé byggt upp á það að sé gert bara fyrir Íslendinga sem eiga ættinga hérna. Það ekki hugsað til fólk sem þekkir ekki neitt. Og þar af leiðandi var ekki þjónusta til þess að aðstoða við að passa börnin eða neitt svoleiðis. Fyrir fólk af erlendum uppruna eða bara fólk sem á enga fjölskyldu hérna. Það alveg pottet Íslendingar sem eru ekki náin fjölskylduna sín og hafa enga stuðning. En það miklu algengara meðal fólk af erlendum uppruna. Og þá einmitt mér líkur á því leiðast í einhverjum samböndum bara upp á öryggi. Ekkert endilega, sem kemur fyrir og jafnvel reyna að samfæra sér að þau séu hrifin en eru það kannski ekki. Þeir eru meira kannski bara hrifin af örygginu. Margt svona sem svona afleiðingar af því að hafa enga stuðning fyrir hóp sem ekki með neitt bakland. En já, og já, á þessum árum þegar við hættum saman þá var ég og systir mín bara ein. Við vorum ekki í leikskóla, því það var ekkert aðstoð með neitt. Og við vorum heilt ár heima, einar, held ég 5 ára aldrei eitthvað. Þeir eru bara leikskóla aldrei og bara einar að passa ykkur sjálfar? Já, með alveg nokkra síma heima og þá var hún að hringja einmitt bara nokkur sinnum á klukkutíma eitthvað, ég veit ekki. Bara mjög oft á dag. Bara til að sjá til þess að við séum allt í lagi með okkur. Já, allt í lagi með okkur. Við horfum bara á sjónvarpið í allan dag. Og ég meina, einu kosturum við það,
að við lærum mjög mikið ensku, þannig við vorum mjög færir í ensku. Cartoon Network var hérna í gangi 24/7. En já, þú veist, ég meina, hún vissi ekkert hvernig kerfið virkar og það er engin barnapía og erlendis, það er með að segja, sko, fólk er hrætt við barnapíur af því það koma oft svona ofbeldismál, svona horft á, þú veist, yfirleitt þegar fjölskyldan alltaf þegar amman og afinn passa upp á börnin, aldrei verið eitthvað panta barnapíu og svo var engin þjónusta, þú veist, það var ekkert auglýst þjónusta fyrir það, þú veist, borgin var ekkert að bjóða upp á þeirri þjónustu, skilurðu. Já, þannig að hún er ekkert látin vita af því eitthvað sem innflytjandi hérna á Íslandi að hún geti sótt leikskóla fyrir ykkur eða eitthvað svoleiðis. Nei, hún bara, þú veist, vissi ekkert einhvern veginn. Nei, og er bara að reyna einhvern veginn að bjarga sér. Já, einhvern veginn að reyna að bjarga sér og var bara einhvern veginn að reyna að finna vinnu og spurja bara, þú veist, og hún fekk vinnu einhvers staðar í veitingahús, bara til þess að byrja með og var einmitt bara að vera duglega að vinna nokkru vinnum og já, og svo bara man ég allt einu, já, ég fekk skólavist, ég var í Austurbæjarskóla, ég fór 2 í 1. bekk, þetta var eitthvað svona, það birtist allt einu hérna foreldri minn, það var víst eitthvað rifrildi við skólanum, hérna, að því ég fekk enga íslensku kennslu og þau eru ekkert að kenna, þau eru ekkert að bjóða upp á að aðstoða fólk erlendum uppruna. Þannig, þú veist, þá var við bara basically rifrildið það, hérna, að ég kann ekki ennþá íslensku eitthvað svona og þau ákvað bara að setja mig aftur í 1. bekk. Og þetta víst eitthvað svaka vandamál. Hérna. Hvernig var ekki í Austurbæjarskóla á þessum tíma einhver svona móttökubekkur eða einhver svona sérstakur íslensku bekkur fyrir innflytjendur eða eitthvað? Nei, engin þjónusta fyrir fólk að erlendum uppruna. Ekkert svoleiðis svona heimavinnutíma. Ekkert svoleiðis, þannig ég var bara sett aftur í 1. bekk, þannig að en já, núna skil ég af hverju að rifrildið var og sérstaklega því ég byrja að fylgjast með umræðuna núna. Hérna að fólk er ennþá berjast fyrir aukatíma, heimanámstíma, skilurðu. Ég meina með þessi fyrir fólk hérna sem er með sértæk ADHD og svona, það er ennþá verið að reyna að berjast fyrir þetta, skilurðu. En já, og hérna, já ég meina þú veist, það er erfitt að vera hérna heima heilt ár og ég er ekkert að æfa íslenskuna, skilurðu. Þannig því ég kom inn í grunnskólan þá kunni ég ekkert íslensku, skilurðu, og hvað ég var 6-7 ára eitthvað. Þannig að þú veist, þó sem maður fæddist hér þá þýðir það ekki endilega að maður lærði íslenskuna frá, þú veist, 1 árs. Nei, og þú ert náttúrulega ekki að umgangast heldur aðra krakka. Einmitt, ég var mjög við vorum mjög einangraðir, þú veist, við vorum ekkert að, þú veist, mamma var bara þreytt að fara með okkur að leika með börn, þú veist, helst haldin heima, skilurðu. Þannig að, já, og það var svolítið erfitt. Já. Svo útskrifastu hvað úr Austurbæjarskóla og ég skipti skóla því hún var loksins búin að vinna fyrir íbúð, það var eitthvað kona sem að hérna dó skyndilega og svo var íbúðan einhvern veginn seld á mjög ódýru verði og fasteignasalinn kaus mömmu af því að hún var með börn fram yfir önnur hjón. Það var víst íbúðan var miklu ódýrari þá og hún var rosalega heppin bara með aðstæður og peningana. Hún var að vinna alveg fyrir. Hún hefði getað keypt íbúð þá, sem sagt. Já, hún vann alveg á 5 ár til þess að safna fyrir íbúð og þú veist, og það er ekki dót keypt eða, þú veist, öll föt voru bara gefin síðan frá kólapottinu eða Rauða krossinn, þú veist, eitthvað, þú veist. Þannig, þú veist, ég fekk ekki æfa neitt, enga íþróttir. Þannig að þú er í rauninni bara alist upp í rauninni bara við dálítið bara mikla fátækt og
og einangrun, þannig að fyrstu Já, einmitt, nákvæmlega, þú veist, ég var með þessi Austurbæjarskóla, þá var hún að vinna einmitt að skúra í skólanum. Hún var mjög heppin að svona reynda að fá einmitt vinnu í skólan þess að auðvelda hana lífið, skilur, því við vorum í skólanum. Já. Og við vorum ofta þetta fram að klukkan 8 kvöldið, bara því hún var að skúra Já. alla daga. Og já, hvað launin voru hvað, 110.000 mánaðarlaunin, cirka, á þeim tíma. En ég veit ekki alveg, þú veist, kannski, þú veist, og þú manst með þess að hvað mamma þín var með í laun á þessum tíma? Af því hún sagði mér það. Já, Það ég spurði hana hvað fékkstu mikið, hún bara, já, mér fannst á þeim tíma að því ég fekk 120.000 þá hrópaði hún húrra. Henni fannst það geggjað. Já, akkurat. Skilu. Og við vorum ekkert að borða reglulega, við vorum ekkert að borða holla mat, við vorum bara að borða ódýra mat, skilu. Brauð, eitthvað sykrað og, þú veist, maður man rosalega að vera maður oft svangur og því maður var fram til klukkan 8, skilu. Kvöldið með henni og, þú veist, maður var þreyttur. Og, þú veist, já, ég meina, já, hún bara spara hvert einasta krónu, þú veist, leyfði sér ekki neitt. Aldrei fara í leikhús eða, þú veist, að skemmta sér og við aldrei neitt, ekki neitt, sko, mjög lengi. Og maður upplifði bara eins og maður var að bíða. Mér fannst endalaust verið allt svona, að bíða eftir lífi geti byrjað. Já, bara svona eins og að þetta lífi einhvern veginn og stundum ennþá daginn í dag hegða mér eins og ég leyfi mér ekki að bíða bara þangað til, ég veit ekki, maður er svona oft þrautsegin, svona óþarfa þrautsegin og maður kann ekki lengur að setja mörk einhvern veginn yfir svona erfiðum aðstæðum, kann ekki alveg útskýra. En já. En þú segir mér aðeins áfram, þú skiptir síðan skóla þegar mamma þín eignast íbúð og þú útskrifast úr alltaf meiri skóla? Já, ég fór þangað og það var smá erfitt því að þú veist, ég náttúrulega fór tvisvar í fyrsta bekk og var bekkinn eftir og þessi skóli var mjög snobbar, þú veist, og það var mjög erfitt að fá spurningar en af hverju, þú veist. Og náttúrulega leið eins og maður væri einhvern veginn svona, já, bara svona skrítinn, hvernig að segja, því það var komið fram við mann þannig. Þú veist, maður var, þú veist, ekki svona hástéttir í fjölskyldu eins og aðrir og þau sáu það mjög greinilega, þú veist, hvernig maður klæddist og með hvernig þau klæddust. Og já, og ég ætlaði að gera tilraun, svona að prófa að fara í hærra bekk. En náttúrulega fyrsti dagurinn þá var bara komið illa fram við mann, þannig ég bara hætti við og fór bara í bekkinn tilbaka aftur. Ég bara ekki séns, ég ekki að fara að lenda einhverju ljónagrefi þarna. Já, en já, það var bara mjög erfitt einhvern veginn að breyta skóla og bara öðru sér krakkar og svona og líka, þú veist, já, ég man eftir hérna að það var eitthvað svona söngleikja, ekki skrekkur, það var svona eitthvað söngleikja dæmi og ég hlakkaði árslega til að því maður langaði að loksins að æfa eitthvað eða að gera eitthvað sem mér finnst svona áhugavert að því maður var alltaf að neita sér hluti, skilur, maður átti ekki pening og maður vissi alveg að mamma á ekki pening og svona og ég einhvern veginn var viss að ég myndi fá að vera með. Já. Og svo fekk ég ekki vera með og það var mjög erfitt, ég maður það var svona áfall fyrir mig, fór bara að grenja og það kennarinn gerði ekki neitt. Engin skilningur á stéttaskiptingu eða, þú veist, hvernig aðstæðurnir eru, þú veist, þessi krakkur að æfa 2 íþrótt, ég veit ekki, 2-3 íþrótt, ég veit ekki. Svona. Og þarna, og að gera eitthvað atriði fyrir skrekk, það eitthvað sem kostar ekki neitt? Nei, einmitt, ég var að segja það, þannig ég hlakkaði til. Já, einmitt. Þannig að, og já, ég var bara svona, þetta sat í mig, mér varst bara særandi, grét mjög mikið. Og svo, já, þú veist,
ég meina, ég fikk ekki eitthvað góða reynslu á skólanum heldur út af bara börnunum, sko. Mikið einelti og svona. Gert grín af upprunamanns. Maður var oft bara í kringum fólk að erlendum uppruna af því þau upplifðu það sama. Og ég meira sem man eftir við vorum svona eitthvað útskriftarsýning. Þá vorum að syngja á ensku og svo voru aðra krakkar sem sungu á íslensku. Og því að hinni krakkar sem sungu á íslensku, þá var allir kennir brosandi og klöppu rosalega mikið og sögðu hvað þetta var flott. Og svo þegar við sungum þá einhvern veginn brosti enginn og klappaði varla neitt eitthvað, þú veist, ég var ekki alveg að fatta. Svo kom einhvern fullorðinn maður, eða svona, hann var reynd að nýtið þarna. Hann sagði, þetta var mjög flott hjá okkur. Veistu hvað ég upplifði? Mér upplifði eins og það væri eitthvað svona rasískt andrúmsloft. Hann sagði þetta við okkur. Ég var í sjokki, ég bara eitthvað, að því ég var alltaf í afneitun. Þú veist, maður finnur alltaf skilur, maður fær alveg eina rasíska framkomu frá börnunum. En bara svona frá kennaranum, ég hef alltaf fundið stundum fyrir eitthvað svona mjög furðulegu, svona eitthvað andrúmsloft, eitthvað svona eins og maður sé ekki jafn viðurkenndur. Eitthvað svoleiðis. Mér sé einu samtali þá spurði kennarinn mig af hverju komst til Íslands og finnst þetta ekki frábært land og eitthvað svona. Ég bara, jú, en ég sagði, mér finnst betra í Marokkó því að Tívolí, sagði ég eitthvað svona, ég finnst eitthvað mjög krúttlegt. Þetta var sannlega krúttlegt og þetta bara eðlilegt svar í barni. Já, hún var ekki ánægð. Hún fann svona fyrir svona þjóðernis svona attack, eitthvað svona, ég skilði þetta ekki alveg, þú veist. Og svo eftir það var hún alltaf eitthvað svona gett leiðilega við mig, eitthvað skammaði mig meira fyrir eitthvað svona litla hluti heldur en hin börnin. Æ, Lúbi, þú ert ekki nóg þakklátt fyrir að vera á Íslandi. Já, einmitt, ég fekk það væp, að þetta var svona eins og að Ísland væri svona að við séum að taka og bjarga fólki eitthvað neginn, eins og það er ekki skilið, þú veist, þau eru ekki að fatta að Íslandingar eru allir innflytjendur. Þokkalega. Það er nefnilega málið, fólk gleymir því að við erum í grunninn öll innflytjendur. Einmitt, nákvæmlega. Búin að vera einn aðeins mislengi. Einmitt, nákvæmlega. Og þá, þú veist, byrjum að skoða sjálf og segja, já, ég þarf kannski að lýsa húðina minni, ég er svona búin að bletti, ég var alltaf svona að reyna að hugsa, reyna að taka allt sem svona lúkkar eins og, ég segi ekki eins og aðrir, skilurðu, og er oft svona mjög meðvitaður einhvern útliti, bara já, það er ég með meiri bumbu en hinar stelpurnar, eitthvað svona, af því ég alltaf æfði ekki neitt mikið, skilurðu, fyrir en frístundakortið kom, þá var náttúrulega fótboltavöllur hlýðin á heimilinu mínu og ég meina það var ekkert eitthvað endilega áhugamálið mitt en þú veist, mamma sagði samt að hún vill hafa mig hlýðin á heimilið þannig ég bara æfði það, skilur en já, og svo bara reyndi ég að duðla að skrá mig í valáfangi í skólanum sem voru hljómsveit eitthvað skólahljómsveit já, og svo tónmennt, ég skráði mig það. Þetta var frítt, þetta var svona eiginlega áhugamálið mitt. Þannig ég bara var alltaf að duðla að skrá mig það. Þannig ég var ánægð með það. Hvert ferðu svo eftir grunnskólan? Hvað ferðu að gera? Ferðu í menntaskóla eða framhaldsskóla? Já, ég fer í framhaldsskóla sem var rétt hjá FA. Já. Það var ekki alveg, þú veist, það var mjög lítið hjálp þarna, ég var ekki að fíla það, mér fannst svona, já, það var ekkert hjálp að fólk af erlendum uppruna með ritgerðir eða málfarsvillur og ekkert stuðningur, maður einhvern veginn bara svona eitthvað að stara bókina í 5 klukkutíma, skilja og reyna að fatta, ég veit ekki, mér fannst það mjög erfitt, ég svona, þú veist, langaði að hætta en einhvern veginn svona, var svo óþrjósk þess að gera það því ég vissi að, þú veist, maður myndi ekki hafa hennar framtíð, skilur. Og maður sá líka, þú veist, þegar maður var 17 ára, þá sá maður, þú veist, öll störf þá alltaf að krafa BS eða master og eitthvað. Og ég bara sagði, það er ekki séns að ég muni fá neina eitthvað almennilega vinnu á þess að klára skólann. Þannig ég hélt bara áfram eins og ég gat, þú veist. Og það er eftir að vera peningalaus, þannig að ég einhvern veginn var ekki með stuðning til þess að gera sér félagsgrá eða neitt svoleiðis, ekki skólanum, ekki neitt almennilegt. Og þú lést þig hafa framhaldsskóla?
þrátt fyrir stuðningsleysi. Og náður að klára hann? Já, ég náði að klára hann því ég skipti skóla loksins hérna í MK. Já, og betri stuðningur þar? Það var miklu betri stuðningur, betri kennsla, það var allt í tölvum, það var ekki allt í pappír. Okay. Þannig ég var fljótur að öllu. Ég var svolítið þakklát að færa mig þar yfir. Já. Og já, ég fór í fellow og var að reyna að fá eitthvað fjárhagsstuðning þar og aðstöðu mig með ferilskrá. Já. Fyrst skiptið sem ég gerir almennilega ferilskrá, ég sótti bara um vinnu með því að senda tölvupost, ég vil sækja vinnu, sendi enga ferilskrá. Ég hef unnið í bónus eitthvað, prófaði eitthvað einu sinni í bónus. Það gekk vissi ekkert sko. Ég var að sækja í fatabúð þá, að því ég sá að krakkarnir í skólanum sem voru þessi fínu krakkar, voru eitthvað að vinna þar sko, 16 ára. Mér fannst það svo flott, eitthvað fatabúð. Ég sagði bara eitthvað að ég verði í bónus. Já. Og fékkstu vinnuna? Nei, fyrir miður. Nei. En þú hefur fengið einhvern stuðning þarna til þess að vera áfram eða geta verið í menntaskóla, ekki fellow eða? Já, fellow og líka bara hvernig að gera félagskrá. Já, hjálpaði að gera ferilskrána. Já, fyrst skipti sem að eitthvað, að því að það engin, mamma kann ekki, hvað hún að vita, skilu. Hún ekki frá að redda mig vinnu eða segja mig hvernig hún fara að þessu. Ég vissi ekkert hvernig hún fara að því. Þannig ég var mjög þakklát fyrir fellow að hafa aðstofað mig. Já. Þannig að ég var aldrei búin að þakka, ég sendi ekkert post eftir að þakka, en ég var ekki alveg ég veit ekki. Maður horfið tilbaka. Og kannski þess heldur ekkert, kannski. Já, ég veit ekki. Að því, annars hefði ég aldrei einhvern veginn verið sjálfstæð og lært hvernig að sækja vinnu. En já, og ég byrjaði bara einmitt fyrst í áttu taktu og eitthvað, þessum próf með áfram í veitingastöðum. Það voru ekki góð störf, af því að koma svo illa fram við mann. Og, maður reyndi sitt besta að safna fyrir hínu og þessu. Já, maður bjó bara heima hjá mömmu. Bara alltaf, leigumarkaðar var ekki öruggur. Þegar fólk sem leigir á leigumarkaðin yfirleitt leigir með vini sína eða eitthvað sem það þekkja. Þannig að mér finnst það er ekki að vera að huga að öðru fólki. Skilurðu? Af því að það voru oft bara herbyggi í boði, það voru ekkert hagstæða íbúðir, skilurðu. Þannig að já, ég var að vinna mjög mikið og já, bara veitingastöðum og reyna bara að vinna mér upp og já, byrjaði bara að vinna hjá borginni líka, vinna alls staðar hjá borginni í leikskóla, hjúkrunarheimili, heimaþjónustu. En já, mér er svolítið erfitt að tala persónulífi sko bak við það, en allavega, eins og ég get sagt, það var mjög stressandi og svo það leiddi til þess að ég byrjaði að fá ristikrampa. Það er taugasjúkdómur sem að gefur öfgafulla samdrætti í ristil og hann magnast upp við streitu og mér sem því mér líður illa eða einhvern kemur illa fram við mig eða eitthvað svona skilur, ég finn óöryggi eða já, bara ég hef ekki stjórn á umhverfinu mínu þá einhvern veginn þá kemur það fram í þessu. Já, og ég veit ekki hvenær ég sofna. Þannig að þetta er bara að vera að versna svona, sérstaklega ég er bara að þvinga mig gegnum háskóla árin, einhvern veginn, og ég var, sko fyrir það reyndar, ég gleymdi. Ég kom með átröskun, ég var með mikla lotugræðgi og ég fæ stundum enn í dag því ég er stressuð. Að ég verð svo móð, ég einhvern veginn, það er einhvern veginn að borða og hætti ekki. Og það það sem ég hef heyrt ástæðan fyrir því maður fær lotugræðgi er að því maður er búinn að vera í
farið gegnum mikið á svona aðstæðum sem maður er ekki við þegar maður er einhvern veginn að reyna að stjórna. Reyna að finna eitthvað sem maður getur sannað fyrir sjálfa sig, maður getur stjórnað og eins og því ég vildi kannski grennast í eitthvað svona ákveðið fituprósenta eða geta náð ákveðið markmið, þá bara varði ég einhvern veginn á fullu í því til þess að fá ákveðið svona satisfaction að ég hafi náð því markmiði. Og ég hef líka beinst af þessu í skólanum, þess vegna var ég svo þrjóska að hætta í skólanum af því ég verð bara að finna eitthvað til þess að geta stjórnað líf mitt með og einhvern veginn klára það. Þannig að, og líka bara það að ég fæ samt líka ofsahræðslu við hluti sem að ég meira líkur á því ég næ ekki stjórna eins og ég fyrir leigumarkaði en ég veit ekkert hvort eitthvað getur svipt húsnæði mitt, skilurðu. Ég fæ svona ofsahræðslu við því. Þannig að þú ert í rauninni það sem þú ert að upplifa í dag og kannski hefur verið að upplifa sko heilsufarslega núna þín ung fullorðins ár, að það er kannski afleiðing af bara því að alast upp í fátækt og óöryggi. Já, einmitt. Og bara ofbeldi og kynferðisleg misnotkun, pyntingar, en ég ætla ekki að segja, hverju það eru, en bara hluti sem var svona... Þú kemur í rauninni bara dálítið svona, bara dálítið brotin út í lífið ung kona. Já, mér fannst oft ég svona föst minna virði, sem er bara hausinn á menni, bara þau skilaboð sem maður fær bara út gegnum lífið, krakkan í skólanum, bara umhverfið, svona andrúmsloftið, það sé líka fjölmiðlar, hvernig þau tala ákveðna hópa, allt svona mækró dæmi safnað yfir lífið, það getur safnast upp í eitthvað svona slæm líkamlega heilsa. Og ég er búin að vera að prófa alls konar lyf og fór í ristliskoðun og þau sá enga bólgur og sögðu bara að þetta er eitthvað sem að fólk lifir með. Heftir þetta truflar þau til dæmis við að stunda vinnu og annað? Já, ég get ekki lofað að mæta í vinnu klukkan þetta, sérstaklega degi til ef ég er bara að sofa, sem kvöldið, þá einhvern veginn verð ég svo stressuð við ég ná ekki að sofa, og það einhvern veginn magnast upp. Ég hef alltaf reynt að slaka á og hugsa ekki neitt til þess að róa taugakerfið mitt niður í ristilinn minn. En ég fæ allan svefnlyf, bara 10 svefnlyf á mánuð. Það má víst ekki taka of mikið. En ég er bara verið mjög... Það eru bara 10 töflur á mánuði? Já, og því við sögum þetta væri svo sterkt og má ekki gefa meira. Alveg fáránlegt samt. Já, einmitt. Ef maður er með vandamál, einmitt. En hvernig finnst þér finnst þú þegar þú bara leita til lækna og svona, finnst þú upplifa einhverju svona fordóma innan heilbrigðiskerfisins? Já, ég upplifi fordómar. Þau bara skilja þetta ekki, þau segja eins og einn sagði bara já, þetta er bara genatíst og einhvern veginn og þú þarft bara að lifa með það. Ég sagði bara, en má ekki fá að sækja mat eða eitthvað, skilur, og hún sagði bara, já, nei, þetta er bara fyrir gamla fólkið. Ég bara, hvað á ég þá að gera, bara svelta í fátækt eða? Bara, já, ég bara... Nú lendir þú Lúbí í þeim hópi sem að það er náttúrulega bara, verður alltaf skýrar og skýrar að Tryggingastofnun er að vinna út frá bara eins og hér væri búið að innleiða starfsgetumat og það er búið að náttúrulega skera niður alveg rosalega hvað er verið að samþykkja fólkinu og örorku. Og þessi hópur sem að þú ert í, sem er ungt fólk, sem sagt, er ekki að ná að fungera fyllilega á vinnumarkaði, er kannski að lenda í því annarkvort að vera sendur í endurhæfingu sem að varir x lengi og svo átti ekki rétt á henni meir og þú klárar hann, ég held þessi 36 mánuðir hámark ef að fólk fær endurhæfingu og svo ef að það nær ekki að endurhæfast þá er það bara á það heima hjá
hjá borginni, sko, þú veist, í fjárhagsstuðning hjá Reykjavíkurborg eða hjá sveitarfélaginu. Þannig að maður sjá í rauninni það sem að gerist í útlöndum við það að það hefur verið innlegt starfsgetumat við það, þá hefur þessi hópur færst yfir á sveitarfélagin í staðinn, úr byggingakerfinu yfir á sveitarfélagin. Þetta er byrjað að gerast hérna á Íslandi, af því að einmitt, og þú ert klárlega hluti af þessum hóp. Einmitt, já. En þú ert ekki einu svona að fá, þú veist, einhverja endurhæfingu eða aðstoð með þín vandamáli eða hvað? Nei, bara, þú veist, ég er búin að vera að fara nokkur sem hjá mismunandi lækna og ekki, þú veist, og þú veist, ég ætti bara að prófa að fara í listaskoðun sem ég fór fyrst skipti í ár. Og ég einhvern veginn, sko, af því ég var svo dagavillt stundum þegar ég næ ekki sofna og vakna seint kvöldi og var einhvern veginn kærulaus, þú veist, og þá síðan forgangsraða skólan og þetta var svona eitthvað svo spes. Svo ég með átröskun, ég var einhvern veginn að forgangsraða hluti til að sinna átröskunina. Það er mjög erfitt einhvern veginn að útskýra það. Svo bara áður maður að vita á því, þú veist, það komið búið að liða, þú veist, heilt ár og því ég sagðist alltaf að fara til læknis aftur og segja frá þessu, en svo líka kvíðum fyrir það, skilur. Ég langar helst að skipta lækni, en svo því ég skipta lækni og segja hann, það er best að þú farið til hinn læknis, hann veit örugglega betur, en svo vil ég ekkert fara til hans, því ég vil ekki fordóma, skilur. Þannig að, þú veist, eins og daginn ég, þú veist, var að segja, ok, ég þarf að fara til læknis, og ég ætla að mana mig upp á að segja honum, þú veist, ég bara vil ekki vilja fyrir vonbrigði, því að, ég segi nú frá því, og hann segir bara, nei, ég ætla að prófa áfram, gera tilraunir með fleiri lyf sem, þú veist, ég er búin að prófa öll lyf, skilur. Af því að mér fannst hann svona meira svona eins og hann sé afneitun yfir aldurinn minn frekar, þú veist, mér fannst eins og hann vera pirraður af því hann vissi ekki nákvæmlega hvað var, skilur, eins og hann var ekki ná mikla reynslu á þessu sviði, skilur. Þegar kemur að ristikrampanum og hversu alvarlegum þau geta verið. Já, og þetta, ég meina, þetta er náttúrulega til á alveg bara heilmiklum skala, svo sem er fá ristikrampa og tíma og geta harkað af sér og ná alveg að fungera, sko, en þú ert ekkert að ná almennilegri funksjón út af þínum krampum. Nei, einmitt. Já, og en þetta allavega virðistu vera að lenda í svona hóp sem að einmitt, þetta er svona, já, hópur sem að lendir á milli kerfa og svo munum við hugsanlega sjá fram á það að eftir nokkur ár að þetta sé hópur búin að vera kannski á sem í, já, litlu starfshlutfalli, styrk frá félög sem er mikið lægri, skilur þú þarft að lifa mikið lægri launum heldur en ef þú værir á endurhæfingarlífeyri eða örorku og ert ekki að fá aðstoð, sem er náttúrulega kannski það mikilvægasta, finnst mér, við þetta, að þú sért ekki að fá stuðning og aðstoð. Já, af því ég er alveg sammála því eins og kannski, þú veist, þegar læknar tala um að ungt fólk, að það ekki, þú veist, endilega setja á örorku síðan svona, en stundum þarf fólk ef það er lasið að fá að jafna sig og kannski hentar því ekki að fara í endurhæfingu prontó, skilurðu? Nei, einmitt. Ég er búin að vera svona sem ég var 23 ára. Ég er 27 ára núna. Það gengur ekkert að láta mig bíða það lengi, sko. Nei, þannig að þú ert búin að vera að glíma við þetta núna í 4 ár. Já, einmitt. Og búin að fara versnandi, sérstaklega háskólaárin, kannski að því að mest stressandi þá. Já. Og þú nærði að vinna eitthvað svona pínlítið, en ekki... Já, ég er í 45% starfi og vaktirnar er 9 tíma og þeir eru á næturnar. Þannig ég sé bara hvernig út og reyna að taka rólega og með sína að sofna í vinnunni. Og ég með sér að fæ að slaka á þar, þannig vinnan, ég var heppin að finna þá vinnu. Ég laðaði stað þeirri vinnu til þess að geta einhvern veginn unnið með skerðinguna líka. Já, akkurat. Og þetta hjá Reykjavíkurborg er ekki á einkamarkaðinn. Þú veist, ég þori ekki að vera á einkamarkaðinn út af skerðinguna sem er mjög sorglegt að takmarkar mín að geta unnið, þú veist, hvar sem ég vil og erlendis. Þannig þá þarf ég einhvern veginn að halda mér í þessu
svæði og kannski í starfi sem kannski ekkert endilega áhugamálið mitt 100%. Þannig þú veist, þetta eru einmitt að slæma við það að fá ekki vera sinnt, að fá almennilegt mat, að fá réttindi sín, að vera bara og einmitt, ég er kvíðin af því að það er búið að vera fordómar. Ég væri ekki kvíðin við að fara til læknis ef hann væri ekki, þú veist, almennilegur, skilurðu. En já, og þetta er víst eitthvað algengt með að fólk með mismunandi skerðingar að og það sé ennþá svo kallaða læknisfræðilega líkanið þar sem að þau einhvern veginn afneita, þú veist, verið ekki byrla fólk á lyfjum og einhvern veginn skilja ekki konseptið með það að reyna aðlaga umhverfið að þeirri skerðingu svo það getur tekið þátt í samfélaginu. Þannig ef að læknir hafi þessa þekkingu það að þá hafi hann sendt mig, þú veist, fundist það sjálfsagt að senda mér í mat. Skilur, ég skil ekki hvað hann vissir á því að senda mig í mat. Já, það er líka bara að það séu einhver úrræði fyrir þig, að þetta vísa þér sko í eitthvert innan kerfisins þar sem að þú fengir stuðning og úrlausn þinna mála. Einmitt, nákvæmlega, þú veist, það er einmitt, þú veist, mér svo skrýt, það er ekki allir læknar sem að virðist þekkja tilganginn á þessum úrlausnum. Nei. Og þú veist, og hvaða afleiðingarnir eru ef ég fæ ekki þessu úrlausn, skilurðu. Þá er ég að vinna minna, ég fæ minna, borga minna í lífeyrissjóð og verð þá fátækari á eldri árum, ég fæ ekki Það er annað í þessu líka sem að ég held að sé líka allavega með hana kerfið þannig að það er aldurstengd örorka. Að þá er þetta unga fólk sem er ekki að fá örorku eða endurhæfingu eða nátt skapaðan hlut í kannski mörg ár, svo kannski endar það á því að verða örorkuskrifað, en þá í rauninni fær það pínlítið lærra tekjumat af því að það kemur seinna inn á örorku. Sem er samt einhvern veginn. Hvað séu seinna í örorku? Já, því að það er einn partur örorkan er byggð upp í svona mörgum bútum og einn parturinn heitir aldurstengd örorka. Og þannig til dæmis að sá sem að fæðist, öryrki eða fæðist með Down syndrom eða fæðist með einhverja verulega fötlun, að hann fær pínlítið hærri, af því hann hefur aldrei haft tækifæri til að vinna sér inn réttindi. Ég skil, áhugavert. Þannig að þú veist, ég veikist þegar ég er 28 ára, þannig að mín aldurstengda örorka hefst þegar ég er 28 ára. Þú ert í þeirri stöðu að ná ekki að vinna, þú veist kannski í x mörg ár, segjum að þú yrðir á endanum örorkuskráð 30 eða 35 ára. Þá ertu bara skráð þaðan, þó þú hafir ekki náð að vinna í mörg ár, skilur hvað við, þó þú hafir verið bara sett milli kerfa og látin þurfa að sækja styrk hjá félög eða vinna alveg rosalega takmarkað vegna þinna veikinda og búa við fátækt og skort. Þá yrði örorkaðin reiknuð bara frá þeim aldri og þú hefði mist af lífeyrisréttindum samt. Þannig að þetta er ekki alveg, það er eitthvað verulega off við hvernig þetta er hugsað. Einmitt, nákvæmlega, það er mjög skrítið, þú veist. Mér langaði bara einmitt að fá þetta mat svo ég get fengið viðeigandi þjónustu og jafnvel mælt með atvinnu fyrir mig og reynt einhvern að bjarga mig þannig, þú veist, sem ég kannski sveila atvinnu eða heima atvinnu. Nú náttúrulega COVID er bara að breyta svo margt, það verður kannski fleiri þannig í boði. Við vonum það að það verði fleiri möguleikar. Já, við vonum það, en þú veist, þá verða stjórnvöld að setja einhverja stefnu og gera samninga á fyrirtæki til þess að styðja við fólk með mismunandi skerðingar og svona. Algjörlega. Svo verður ekki, enda ekki fátækt og þau hætta kannski að væla yfir því að það sé mikið af öryrkjum, þú veist. Já, nákvæmlega. Ég meina, það með endilega aðstoða okkur ef þau vilja ekki fleiri. Já, það er ekki þannig að fólk vilji bara eitthvað fara á örorku og hætta að vinna. Fólk vil náttúrulega bara geta lifað af, fá tekjur til að lifa meðfram sínum veikindum.
Einmitt. Bara hvernig sem að það gerir, hvort það í hlutastarfi með eða ekki. Einmitt nákvæmlega, mann langar að vinna og sérstaklega við einhver sem ég áhuga á. Já, einmitt. Og já, nýta hæfileikana sína og... Nákvæmlega, einmitt. Herðu Lúbí, við erum alveg löngu komna fram með tíman en það var bara frábært að fá þig og frábært að fá glugga inn í lífið þitt og inn í einmitt bara að því þú ert sko ekki ein í þessari stöðu. Ég veit að það er náttúrulega bara hópur þarna úti sem er að glíma við þetta. En þú ert kannski undantekning að því leytinu til að þú ert líka að upplifa náttúrulega auk ekstra fordóma. Eins og foreldrar mér einmitt múslimar og einmitt hengum við fólki að reyndum uppruna þannig að svona auðveldar að stífla mig sem einhver svona minnavirði. Þetta er líka bara svona undirliggjandi hugsjónir sem það er ekki endilega að fólk segi eitthvað endilega um manni en maður sé stundum hvernig það kemur fram við mann, sérstaklega maður kannski fatnaði sem er ekki svona fínt fatt eða þú veist, æskilur mig. En já, og þú veist, eitt sem ég langaði bara að segja öllum hér sem er að horfa á, að þú veist, stundum einmitt, það er ekki bara það að, þú veist, eins og foreldrar manns er núna öryrki af því að út af þetta lífshlaup að alast upp í fátækt, mikla streitu og áföllum og hindrunum og stundum hefur það komið ennþá verra á börnin. Þú veist, stundum kannski lenda með þess að í öryrkjum fyrr. Skilurðu, heldur foreldrin. Og ég sé stundum... Vegna fátæktar og áfalla og vanrækslu kannski og allavega. Vanrækslu, já. Maður sé fólk með fordómar þegar þú lesa rannsóknir og segja já, ég las rannsóknina erlendis eitthvað að öll börnin þeirra urðu öryrkjar af því eitthvað foreldrar þeirra voru öryrkjar. Já, þeir eru bara að geta þess að misnota kerfi þess vegna. Þetta er eitthvað svona hugmynd sem þau fengu upp í hausnum af því foreldrin gerði það og þetta er bara svona leti. Þú veist, þetta er bara algjört rugl, það er ekki þannig. Þetta er bara fólk sem hefur lítinn skilning á félagslega aðstæður. Já, alveg góð lokaorð. Og ég bara gangi þig vel, Lúbí, í framhaldinu og Takk fyrir að hafa. Já, og ég þakka ykkur áhorfendum fyrir áhorfið og við verðum hér aftur næst og ég minni á Rauða borðið klukkan 8 á hverju kvöldi. Takk fyrir. Bless.